Og áfram höldum við með föstudagsþáttinn á N4 og nú ætlum við að fá að sjá viðtal sem hún María Björk tók við hana Gretu Mjöll Samúelsdóttur sem atvinnu- og menningarfulltrúi á Djúpavogi. Og hún ætlar að segja okkur frá verkefninu Rúllandi snjóbolti. Takk María, hún komin á línuna fyrir austan, hún Greta Mjöll Samúelsdóttir. Gaman að sjá þig. Heyrir í mér? Heyrir í mér. Já, nú heyri ég í þér. Já, ég segi Komið sæl. Þú ert komin á línuna. Hvar ertu nákvæmlega stödd? Heyrðu, nú ég sem sagt staðsett inn í bræðslunni á Djúpavogi sem er staðurinn þar sem við höldum rúllandi snjóbolta, samtímalistasýninguna. Og í þetta sinn númer 13. Er þetta í 13. sinn sem hún haldin? Hún haldin í 7. sinn hérna á Djúpavogi, en heitir rúllandi snjóbolti 13 af því að þetta verkefni og samstarfsverkefni kínversk-evrópsku menningarmiðstöðvarinnar og Djúpavogshrepps. Og það í 7. sinn sem við gerum þetta saman núna, sem sagt. Og í Sjamen staðsett þessi kínversk-evrópska menningarmiðstöð sem sem sagt, forstjóri hennar Innika Guðmundsson sem eiginkona hans Sigurðar Guðmundssonar. Og þau eiga hús hérna á Djúpavogi og svona komu sér í samstarf við og í samstarfi við Djúpavogshrepp halda þessi sýningu, þessi menningarmiðstöð og við. Og hvað til sýnis á rúllandi snjóbolta? Það nú alls konar og ýmislegt. Það má segja að sýningin í ár sé alveg með þeim fjölbreyttari held ég sem hefur verið hjá okkur. Þannig að það bæði, það þetta bara alls konar listaverk. Og í ár þetta sérstök sýningu þetta í svona ljósa aðstæðna, en við fengum 19 af 33 listamennunum sem að sýna í ár nýútskrifaðir úr listaháskólanum í vor. Þannig að við erum með gríðarlega svona ferskan blæ líka yfir þessu með öllu hinu sko. Og mjög fjölbreytt fyrir vikið. Virkilega skemmtilegt. Eitthvað sem einkennir þetta? Einhver COVID-blær á þessu eða eitthvað svona sem hún getur séð sem þráð í sýningunni? Það allavega ekkert eitthvað svona ákveðið þema í ár. Þannig að það svona kannski ekki einhver einn fastu punktur sem að leiðir alla í gegn. Heldur bara gríðarlega fjölbreytt og svona húmor í mörgum verkunum, svolítið skemmtilegt. Þannig að það þetta bara best að koma og sjá þetta sjálf. En ég get sýnt ykkur aðeins inn myndavélinni, fyrst að við erum í svona skemmtilega aðstöðu. En sýningarrými þetta svolítið skemmtilega hrátt af því að þetta bara bræðslan sem breytt bara í svona sýningarrými og sett upp þessi sýning á hverju ári. Og þetta eins og þið sjáu, þetta bæði vídeóverk og svo erum við með innsetningu og myndlist og alls konar. Þannig að þetta verk sem vekja til þess mikla athygli. Mjög skemmtilegt. Já. Þetta kókbað? Þetta verk heitir Gósbrunnur. Það nú svolítið skemmtilegt. En sniður. Og sjáu þið upplýsingar það. Já. Það Einar Lúðvík Ólafsson. En svo erum við með sjálfan Sigurð Guðmundsson og verk frá honum sem innsetning. Og margt fleira, ég má þetta ekki sýna ykkur alls. Nei, þú mátt það ekki. Segðu mér aðeins hann Sigurð Guðmundsson. Veistu af hverju honum þykir svona vænt Djúpavog? Það bara því að þetta svo dásamlegur staður held ég. Já. En sagan allavega eins og ég heyrði hana bara að þau hafi hingað komið og heillast á staðnum og keypti sér hús og svo nutu við góðs af því og hann setti upp eggin í Gleðivík og þau hafa nú aldrei dregið
fólk til okkar og eru svona örugglega held ég held ég get alveg sagt það eitt af okkar aðdráttaröflum eru þessi egg. Það er bara alveg klart mál og hérna ef það er ekki of mikið rok, ég ætla ekki að ljúga ykkur að það sé algjört bongó hérna, þó það sé nú alveg alltaf. En þá eru þau þetta bara hérna beint fyrir utan fyrir vegginn. Já, þarna eru þau. Það er bara hér og svo er þetta bara eins og hér. Já. Og sýningin er bara hérna. Já. En hvað er meira hægt að gera þegar maður kemur til þín á Djúpavog? Það er kaffihús, matsölustaðir, það er allt mögulegt sem hægt er að gera, er það ekki? Jú, algjörlega. Það er þetta hérna byllandi menning og mannlíf og hérna og hér er sem sagt hægt að fá góðan mat og heilmikil framleiðsla í héraði, sem sagt búið til matur hér og matarframleiðsla alveg óvenju mikil heldur mig að við fjölda mann sem hér búa. Og hérna þannig að það en svo er þetta bara náttúran alveg ótrúlega hérna. Hvað heillaði og ekki hægt að kvarta yfir henni. Hvað heillaði þig mest þegar þú komst? Sko ég get sagt það að ég hafði aldrei komið á Djúpavog fyrir en að ég fór að skoða aðstæður hérna þegar að mér stóð til boða mögulega að flytja. Og það var þegar ég fór út á sanda, svörtu sanda. Já. Við erum með rauða, hvíta og svarta sanda hérna á Djúpavogi. Og hérna, og það voru svörtu sandarnir sem heilluðu mig algjörlega. Það er bara þessi kyrrð og þessi sjávar niður, sko. Fólk er að kaupa þetta í geisladiskum og eitthvað. Á meðan að við getum bara trýtlað út dyrnar og beitt út í fjöru eða út í náttúruna. Hvað eru þið búin að búa lengi? Við erum búin að búa hérna, ég og fjölskylda mín, í 5 ár í haust. Segðu mér aðeins frá því þegar þið voruð að segja vinum ykkar frá að þið ætluðu að flytja eða fara á Djúpavog. Hvernig var það dæmi aftur? Það var eiginlega bara svolítið fyndið því að fólki fannst þetta alveg ofsalega skrítin ákvörðun sem okkur þótti svo galið því að það voru svo margir að flytja út á land út til útlanda og svo við að flytja út á land og það var öllum fyrst það alveg bilað. En auðvitað fyrst og fremst bara spurt út í heilbrigðisþjónustu og hvort við erum mörg og allt þetta og það var eins svolítið góð saga samt þegar einn vinur okkar, það var nú maðurinn minn sem lenti í því að hann heyrði af því að hann var að fara á Djúpavog og hann ákveður að heyri í honum og spyrja bara, er þetta satt að þetta fara á Djúpavog? Og hann sagði, ég var því maðurinn minn. Og hvernig er það svo með Gretu og barni ykkar á því að ég ætti með eitt barn þá og það er bara að koma með mér, eðlilega. Já, það er alveg í lagi að taka það með og hann já, ég ætla nú að koma það. Og þá sem sagt var þetta stóri misskilningur, sko, hann hélt að hann væri bara að leiða á Djúpavog, ekki bara Vog, heldur Djúpavog sem var eitthvað svona á öðru leveli greinilega áfengismeðferð. Þannig að ég held að væri að fara í áfengismeðferð. Og í einhverju heljarinnar djúpa meðferð, sko. Já. En hefur þetta svo ekki bara verið reynst ykkur happadrjúgt að hafa farið á Djúpavog? Það er ekki hægt að segja annað. Við erum komið nú eru börnin orðin 3 og við erum búin að stofna okkur fyrirtæki og ég er komin í þetta starf sem er ekki svo ofsalega skemmtilegt og það maður fær bara ekki nóg að því, þú veist, af því að ég venst þessu ekkert endilega allir þessari dýr, sko, en þú veist, þetta er bara skólastindurinn okkar og við horfum ég bara á bláklukku og ætla að sýna ykkur inn í tankinu bara, því að hér er líka listaverk. Hvað er þetta? Eða hvað var þetta? Þetta er nefnilega gamalt svona síló eða lýsistankur og Djúpavogshreppur er búinn að vera að gera hann upp smátt og smátt sem svona gjörninga og sýningarrými og hér eru haldnir tónleikar og núna er sem sagt listaverk hérna inni þar sem að inn á milli það heyrum við í hrjótandi hundi sem er alveg hrikalega flott af því að hljómburðurinn hérna inni er algjörlega lygilegur, sko. Og þetta er ótrúlega skemmtilegt verkefni þannig að núna er þetta bara
sýningarstaður á mörgu leyti og opinn öllum, alltaf opinn fyrir alla að koma og setja upp eitthvað. Og þetta bara hérna beint fyrir ofan, þannig að þetta hluti af rúllandi snjóbolta. Það ekkert hægt að sleppa því að koma austur til þín. Það verður að vera sett á bucket listan. Það nokkuð ljóst. Það alveg klárt að ég tala bara fyrir sjálfa mig verandi uppalinn í borginni eða Kópavogi að ég hafði aldrei komið á Vestfirði eiginlega. Og núna fólki að streyma. Ég hef oft djókað með það að færri hafa heimsókn til Djúpavogs heldur Boston á sínum tíma þegar ég bjó þar. En það verður held ég leiðrétt í sumar. Það strax, ég var held ég með 12 manns í mat í fyrradag, þannig að þetta allt í vinstri. Já. Heyri, þetta alveg æðislegt að fá þessa leiðsögn Djúpavog og bara frábært og ég segi bara gangi ykkur vel og takk fyrir að taka okkur í svona túr. Við erum bara mjög mínar ánægjan.